Við á Landspítalanum ákváðum að fara í að gera svokölluð endurhæfingarnámskeið fyrir okkar svona ófaglærða starfsfólk til þess að efla alla endurhæfingarmeðferð á spítalanum, draga úr færniskerðingu og í raun og veru nýta þetta færa starfsfólk sem við höfum til að vinna sjúklingnum í hag og koma honum sem fyrst af sjúkrahúsinu. Í nýjustu skipuritsbreytingum Landspítala þá var ákveðið að fókusa á að starfsemin hér á Landakoti væri fyrst og fremst endurhæfingarþjónusta. Og út frá því hefur verið farið í gríðarlega mikla vinnu við að sjá bara í raun og veru hvar liggur svona endurhæfingarfókusinn og hann ekkert síður á bráðalegudeildunum og í raun og veru endurhæfingarfókus komin á bráðamóttökuna og víðsvegar og flestöll svið. Við höfum verið að fókusa á að þjálfa okkar starfsfólk fyrst og fremst í umönnun og hjúkrun en það hefur kannski skort aðeins á þessa svona þjálfun í endurhæfingar hugmyndafræðinni og í raun og veru hvernig við komum í veg fyrir þá færniskerðingu sem sjúklingar upplifa þegar þeir liggja lengi inn á sjúkrahúsi. Allar fagstéttir sem að í raun og veru koma að endurhæfingu koma að gerð efnisins. Þannig að þetta voru iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar, talmeinafræðingar, sálfræðingar, sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar, næringafræðingar. Við erum í raun og veru að móta kennsluefni með starfsfólkinu sem situr námskeiðin. Við höfum verið að nota bóklega kennslu og staðkennslu til þess að geta í framhaldinu þróað mögulega vefkennslu. En þetta allt í mótun og við finnum það gríðarlega ánægja fyrir þau að vera með kontakt við kennara, verklegar æfingar. Við vorum 2 iðjuþjálfar sem kenndum okkar hluta. Við kenndum byltuvarnir, hjálpartæki og svo mikilvægt þess að vera virkur þáttakandi. Bæði fyrir sjúklingana og fyrir starfsfólki að taka þátt í endurhæfingunni. Af því að endurhæfing alltaf sameiginlegt átak allra sem að henni koma. Við erum með mikið af erlendu starfsfólki þannig að við vorum með allt efnið á íslensku en við buðum upp á spurningar og að svara á ensku fyrir þá sem þess þurftu og fólk var miklu fljótara að ná efninu af því að það var verkleg kennsla með. Til að byrja með aðeins þá fræddi ég mikilvægir hreyfingar og hversu skaðlegt það getur verið að liggja mikið í rúmi. Þar sem þau eru svo stóran part af legu sjúklingsins með sjúklingnum að það ótrúlega mikilvægt að þau fá þessa fræðslu og fá í rauninni fræðslu hvaða aðferð þau geta beitt til þess að virkja sjúklingin og fylgja betur eftir hreyfiplaninu og jafnvel styðja við þau í æfingum og hvaða aðferð þau geta beitt til þess að sjúklingurinn gerir sér mest sjálfur þegar þau eru að hjálpa honum að hreyfa sig. Á námskeiðinu lögðum við mikla áherslu á að kenna svona samskiptastuðning. Það að segja sýna starfsfólkinu ýmsar aðferðir sem hægt að prófa að nota til þess að liðka fyrir samskipti hjá fólki með málstól eða ef það einhverjar aðrar hindranir til staðar. Það getur verið að þú getur nota sömu aðferðir þegar það eru tungumálahindranir. Þetta svona allt til þess að stuðla að frekar þáttöku sjúklingana í bara bæði daglegu lífi og sinni meðferð og endurhæfingu. It's a good learning and refreshments for us who are already working in this kind of field for like years. Það gott að læra meira en það sýna okkur að hvað við geta gera meira. Vinna með hjúkrunarfræðingar og alla fólkir að koma og þetta út að segja undaæfingar. So ég læra mjög mikið. It's also good refreshment for us as we work. I already work here for 3 years and þetta mjög good refreshment for us. Mér finnst þetta mjög mikilvægt að þetta starfsfólk fá þessa fræðslu af því að smá hvatning frá þeim og þessi aðstöð sem þau geta veitt hefur svo gríðarlega mikil áhrif á endurhæfingu sjúklinga á Landspítala. I think it's a really good idea that the Landspítali do this kind of training not only for new employees but also for the older ones. Þetta fólk sem mikið til í mestum kontakt við sjúklingin sjálfan og hefur tækifæri til þess að efla í raun og veru alla endurhæfingarmeðferð í sínum daglegu störfum.